Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum alla vikuna verið að ræða áfengismál í einni eða annarri mynd. Við höfum beint spjótum okkar einkum að því hvort það sé í lagi með viðhorf og annað í sambandi við ungt fólk. Í dag komin Katrín Ella Jónsdóttir, sálfræðingur og fagstjóri sálfélagslegu meðferðinar á Vogi sem gestur. Vertu velkomin. Sæl, takk fyrir að fá mig. Bara þakka þér fyrir að koma. Svo ég seti þig og áhorfendur og hlustundur aðeins inn í svona ástæðu þess að ég baði ykkur frá S.A.A. að senda einhver fulltrúa. Þá sem sagt höfum við í rauninni allri vikunni verið að ræða við forvarnafulltrúa, kennara, verkefnastjóra hjá Reykjavíkurborg og fleiri til dæmis afleiðingar aukins aðgengis áfengis, aukna unglingadrykkju að haldið fram, ítök markaðsafla og linkind eða áhugaleysi fjölmiðla á að sem sagt fjalla með gagnrýnum hætti mál sem þykja nú leiðileg og neikvæð, og það hefur verið spurt hvort ekki sé lengur samstaða það að íþróttir og áfengi ættu aldrei að eiga samleið. Við höfum rætt skólaforðun, áhrif COVID, heimsendakvíða og það margt sem langar til þess að spyrja þig en ég ætla að byrja bara aðeins á því svona að minna á það að það staðrendir það ekki að því yngri sem við erum þegar við byrjum að nota vímugjafa, því líklegra að alvarlegur vandi þróast. Jú, það bara akkurat rétt að við vitum að það einn af þessum sterku áhrif þáttum að því yngri sem að við byrjum að nota einhvers konar vímugjafa, að þá ég að auka líkur á því að ég mögulega þrói með mér alvarlega vanda síðar á lífsleiðinni. Já. Ekki tilviljun að áfengiskaupa aldur 20 ár? Nei, og í rauninni ef maður myndi fylgja rannsóknum ætti hann að vera hærri í rauninni. 25? Já. Út frá þessum framheila akkurat rannsóknum? Já, og það nefnilega einmitt það sem við þurfum alltaf svolítið að hafa hugfast þegar við erum að tala unga fólki okkar. Að við tölum kannski unglinga en við erum í rauninni, þurfum eiginlega bara að tala ungmenni sem eru þessi aldur alveg upp í 25 ára aldur, og það þessi tímið þegar heilin okkar ennþá bara að þroskast. Já. Og maður getur litið á það sem svo að á þessum árum, þessum mótunar árum, úlingsárum sem eru eins og við mörg þekkjum bara átt erfiðu tími og margt að gerast í okkar lífi á þessum tíma, að heilin okkar algjör svampur og þannig hann að læra og einhvern veginn, við getum hugsað eins og hann sé svona opinn, og þarna þá skiptir máli hvað fyrir onni hennan svamp á þessum tíma, sko. Já. Við getum reynt að hlúa vel á honum og setja einhvern veginn það góða í hann, og þá auðvitað vex hann og verður vonandi bara flottur og stöður einstaklingur seinna. En auðvitað ef við förum að hugsa öðru sem hann eða einmitt förum að nota vímuefni eða áfengi eða eitthvað snemma á lífsleiðinni, þá erum við mögulega að skapa einhverja hættu og að heilin þroskist ekki alveg eins og hann kannski á að sér að gera eða ætti að gera. Já, og af því að ég til dæmis komin á þann aldur að ég man tíman að tvenna í þessum efnum, þá get ég upplýst það út frá minni reynslu að það skiptir mjög miklu máli hver tíðarandinn í þjóðfélögum eins og Íslandi, hvaða viðhorf eru til dæmis til þess að krakkar séu að drekka. Ég man þá tíð þegar langflestir 15-16 ára krakkar út á landi var viðurkennt að þau gætu bara drukkið af sér hausinn á sveitaböllum eða öðrum, og jafnvel var það bara hluti í því að mannast, bara svona manndómsvígsla. Síðan kemur tímabil, það talað íslensku leiðina. Akkurat. Í því að stemma stigu við unglingadrykkju, og margt gott, það fyrir tíma internetsins sem svona almennstækis, fyrir tíma samfélagsmiðla. Síðan svo við skrólum áfram, það gengur vel, við erum frekar stolt af árangrinum, það kemur COVID
Það verið sitt hvað að hafa fallið á milli skips og bryggju í COVID og þá kemur svona líka einhver kannski áreitis faktor inn í líf ungmennana sem svona heimsenda kvíði, dauðakvíði, loftslagsmálin líka þarna inni. Fleiri og fleiri börn lenda í einhvers konar félagslegri röskun eða hvað maður á að segja. Og sama tíma þá núna hins seinni ár þá staða markaðsaflana mjög sterk og aðgengi að áfengi aldrei verið meira og við höfum verið að fjalla semst íþróttastarfið sérstaklega. Ástæða til að staldra við og hafa áhyggjur af framtíð barnanna okkar í þessu andrúmi sem nú Í rauninni bara mjög góð spurning að velta fyrir sér. Ég held að það sem kannski við þurftum helst að bara skoða sem samfélag bara þessi kannski almenna normalisering á neyslu áfengis. Þú veist, við erum farin að áfengi fara að vera hönd á fleiri stöðum myndi ég segja heldur en kannski þótti eðlilegt hérna áður. En það samt margt búið breytast í neyslu mynstrinu líka sem að, þú veist, sumir gætu kalla gott en að öðru, þá þetta kannski orðið sýnilegra og meira normalisera en var áður. Og það kannski alltaf það sem við þurfum að hafa í huga bara með börnin, því við erum auðvitað fyrirmynd fyrir börnin og þegar við erum að normalisera einhvern veginn áfengi, að það sé hluti af svo mörgu sem við gerum, að þá erum við auðvitað að kenna það áfram, að það sé einhvern veginn eigi að vera hluti af einhvern veginn öllu sem við gerum. Þá að hafa kannski áfengjum hönd sem að kannski ekki alveg skilaboðin sem við viljum vera að senda. Nei. Eitt dæmi sá ég fyrir nokkrum árum á Instagram að fjölskylda labbar á fjallstind á Íslandi. Það voru kannski fóriðarnir með hvítinsflösku og það poppa kampavínu eða eitthvað svoleiðis og við komumst upp á þennan tind. Skildi maður nú ætla að góðu efnin í blóðinu séu nú næg til þess að þú þurfir ekkert að auka etanól eða áfengi, alkohól til að þú bara, manni líður svo vel þegar maður komin upp á fjallstind að það eiginlega heimskulegasti staðurinn til þess að fá sér í glas bara öllum stöðum í heiminum. Þetta held ég dæmi um þessar aðstæður, þessar normaliseringu á að alltaf þegar þú ert að gera eitthvað eða þú fagnar einhverju þá að fá þér áfengi. Íþróttahreyfingin annað mál og nú skiptir engu máli hvað klukkan það skiptir engu máli hvað vikudagur þú getur að þér virðist alltaf hringt í einhvern aðila sem kemur með áfengi til þín innan skammra stundar. Það veit enginn einu sinni hvort það löglegt eða ekki en þetta eru ansi mikla breytingar. Já, þetta eru vissilega mikla breytingar og kannski líka með þessu sýnileiki og markaðsöfli eins og segir, þú veist, við sjáum kannski meiri líka auglýsingar sem að voru ekki kannski jafn sýnilegar áður þá staði sem selja þá áfengi sem eru orðnir fleiri. Þannig að þú veist, við vitum að í rauninni aðgengi líka orðið aukið núna og við vitum líka að aukið aðgengi þýðir oft aukið neysla sem getur þá þýtt aukin valdi. Jú. Það sem að mér finnst líka kannski alveg verðt að nefna, við erum að tala um áfengi en það ekki bara kannski áfengi sem við þurfum að hafa huga á þegar við erum að tala um unga fólki okkar. Ég myndi segja að þetta líka sama þróun það sem við sjáum á sem nikotínvörum. Fjárhættuspil eru mikið einhvern veginn fyrir augum ungmenna og einhvern veginn eins og það sé í rauninni svolítið stílað á unga fólki okkar. Það talað þetta í útvarpsþáttum og fyrirmyndir ungra einstaklingar í klæðnaði merkt þessum fyrirtækjum eða einhver slíkt og ég held að það sé líka alveg einhvað sem við þurfum að hafa hug á. Foreldrar eru kannski sumir mjög vel á verði og eru að fylgjast með því hvort að börnin sín sé að nota áfengi en það að fylgjast með hvort að þau séu með fjárhættuspila app í símanum eða einhvað slíkt sem líka vandi sem við erum að sjá aukningu á hjá okkur. Ungt fólk að með fjárhættuspila vanda. Já, hvað á foreldrar að gera sem krakka í framhaldsskóla sem dreng sem hittir aðra drengi 2-3 kvöld í viku allir með nikotínpúða
dreipa á bjór en enginn verður sínulega drukkin að spila póker. Já. Hvað eiga foreldrar að gera? Já, það nefnilega kannski snúna spurningin í þessu, hvað á að gera? Það náttúrulega kannski veltur svolítið á aldri ungmennana. Það verður auðvitað kannski aðeins flóknar þegar fólk eru sjálfráða. Já. En ég held að fyrst og fremst sé það hlutverk foreldra bara að vera tengt börnunum sínum. Tala við þau. Eiga samverustundir. Náttúrulega bara, við veitum að það eitt af þessum svona forvarnar atriðum þetta bara samvera, en ekki bara samvera, því að ég held að við séum í rauninni eiga meiri samveru með börnunum okkar í dag. En nú samt komin alls konar tæki sem trufla þessa samveru. Já. Þannig að við erum kannski á sama stað, en eru tengsl, erum við að tala saman, erum við að vita hvað börnun okkar að gera. Erum við að spyrja þau spurninga? Eiga þess að bara svona hversdagslegu samræður við eldhúsborðið sem að skipta bara svo miklu máli. Eitt sem hefur breyst alveg rosalega mikið síðan ég var unglingur er að við stunduðum okkar lítt dygðuga líferni alltaf í felum og aðgreindum okkur mjög sterklega frá foreldrum okkar, mjög ung og snemma, og það var ekkit óalgengt að mín kynslóð væri bara að flutta heim 16-17 ára gömul og bara ekkit samband við foreldrana, eða lítið samband næstu árin, sko, þegar fór nú í hönd mikið háska skeið. En núna, sko, það sem margir nefna, það er traust, það er sýnileiki á líferni sem að gæti falið í sér einhverja áhættu, flokkast ekki undir lesti og flokkast að einhverju leiti undir lesti en svona innan marka. Þú þekkir klemmuna með það hvort foreldri eigi að fara í ríkið fyrir krakkan sinn og þá frá og með hvaða aldri. Þannig að þetta er eitt sem ég kalla á mínum aldri getur nefnt jákvætt til sögunar. Það er að það er svona minna veggurinn á milli foreldra og ungmenna, hann er kannski lægri núna. Já. Og sem að vissu leyti gott, myndi ég segja. Þú veist, kannski svona þessi gamla lenska sem að einmitt maður þurfti vera meira einhvern veginn í felum út því að annars var maður bara gjörsamlega tekin á teppið, sko. Það er svona þessar miklu kannski skammir sem kannski áður tíðkuðust. Við vitum í dag að það hefur voru lítið upp á sig. Við þurfum frekar að vera að eiga þessi samtöl og við þurfum, og það er erfitt að ætla að einhvern veginn að fara að skamma ungmenni sem að við vitum að byrjað kannski að prófa áfengi. Sérstaklega það er traust á milli. Akkurat. Já. Þá er mun mikilvægt að eiga bara þessi samtöl, að reyna að upplýsa að veist, ég er ekki sátt við það, ég myndi óska þess að verður ekki byrjaðar að drekka og mér langar að biðja þau að hugsa það, þú veist, að hvort þú getur reynt að fresta þessu pínlítið lengur. Út af því að við erum að reyna bara að venda hennan heila, við viljum reyna að þau passi upp á heilan sinn eins lengi og hægt er. Og það er rosa stór og erfið spurning að svara að hve miklu leyti ungt fólk er að taka eigin ákvarðanir og að hve miklu leyti því er stýrt í gegnum samfélagsmiðla, internetáhrifin og alls konar skilaboð stýrt inn í heim sem kann að vera háskalegur og það getur varðað hvernig þau verja tíma sínum, það getur varðað það hvort þau neita áfengis eða annarra efna og svona og það sem að hún sagði hún Harpa Henríksdóttir, kennari, grunnskólakennari sem er líka verkefnastjóri á Reykjavíkurborg í vikunni, er að sko við vorum svo stolt af þessari íslensku leið, hvernig okkur tókst að stemma stigu við unglingadrykki og gjörbreyta íslensku samfélagi, en hún segir nú eru komnar nýjar breytur, þannig að það dugar ekki að dusta rykið á gamla skapalóninu og heyrðu annað þjóðarátak þetta, af því það eru svo tímanir hafa breyst ekki, tæknin hefur breytt öllu. Akkurat, og það er svona eins og ég mitt kannski nefndi á hann að þetta snýst ekki bara samveruna lengur. Þú veist, hver er samveran þegar hún er? Og því að við erum flestöll og líka við fullorðna fólki erum alveg jafn segum það að týna okkur í símanum
og bara hraða samfélagsins. Ég myndi segja heilt yfir bara fyrir okkur sem samfélag eru orðnar rosalegar kröfur á okkur öll einhvern veginn og mikill hraði og það er erfitt einhvern veginn að standa undir þessu öllu saman og svo ég samt að fylgjast með hvað barnið mitt að gera og ég á að mæta skólaskemmtanir og hann á að vera í íþróttum og þetta er erfitt og flókið og hann bara freistandi að fá sér í glas þar maður fyrir að sofa. Bara gæti verið. Þannig að mér finnst svona, við fagfólki þurfum líka átt okkur á því. Við vitum það líka að þetta er flókið oft og það er ekkert alveg klift og skorið í þessu eitthvað. Ég get ekki afhent ykkur núna bara einhvern leiðbeiningabækling, þú gerðu bara A, B, C og þá myndi allt ganga vel. Nei. Við erum öllu þetta bara einstaklingar, við búum við mismunandi aðstæður og svo geta verið bara aðrir áhættu þættir hjá kannski börnunum okkar sem að eru krefjandi, einhverjir eru kannski með einhverja geðrænar áskoranir sem að við vitum að svona setur þau meira áhættu einmitt ef það er einhver skólavandi, skólaforðun eitthvað, það er svo margt sem getur verið líka annað sem við þurfum þá að fá aðstoð með að grípa inn í. Það er ekki hægt að horfa kannski beint á áfengisvandan algjörlega sér. Nei. Það er þetta umhverju allt, bara líður börnunum okkar vel. Því að það er yfirleitt einhver kannski ástæði fyrir því að fara að sækja í vímuefni. Það er oft til þess að fá einhverja meiri spennu í lífið. Kannski er þeim bara leiðast og mikill dauður tími. En líka kannski bara líður þeim ekki nógu vel. Nei. Og eru að fástu eitthvað vanda og finna sig ekki í hópnum sínum eða einhvern veginn eru einangruð og kannski er það ástæðan og þá þurfum við nefnilega að skoða það. Já, og ég nefndi aðeins COVID áðan. Við erum enn að sjá merki þess að þá hafi svona ákveðin þjónustar lagst í dróma og það hafi svona ákveðnar, við erum ekki enn á öllum vígstöðum komin aftur á stað, það, eftir COVID? Nei, það var náttúrulega bara margt sem gerðist í COVID sem að gerði þetta bara líf okkar allra pínu, svona við þurftum að einhvern veginn horfa hlutin upp á nýtt. Já. Og ég held að við vera alveg sérstaklega erfitt fyrir unga fólki okkar sem að fekk ekki einhvern veginn eiga alveg eðlilega skólagöngu, það einangraðist, fekk ekki sömu tækifæri að öðlast félagslega færni og ýmislegt svona sem að ég gæti alveg trúa að við eigum ennþá eftir að sjá kannski einhverjar svona sjá hvað áhrif það hafði á fólki okkar. Ég held að við séum alveg að sjá það nú þegar einhverju leiti. En ég held að við eigum alveg þess vegna vona að sjá meira af því þegar það líður á. Hjá okkur allavega mistum við kannski niður úrræði sem að ég er að binda miklu vonir að við getum sett aftur á laggirnar sem var svona ungmennastuðningur sérstakur fyrir unga fólki okkar innan S.A.A. sem var þá ætla ungmennum sem er að glíma við einhvern áfengis eða vímuefna vanda hvort sem þau hafa komið til okkar til meðferðar eða ekki, bara ef þau líta á sig í einhverjum vanda þá voru þau velkomin að koma til okkar því það er mjög mikilvægt að þau eigi einhvað athvarf þar sem að er fagfólk sem getur tekið á móti þeim og hjálpa þeim í þessari stöðu að skoða hvað stendur þeim til boða. Ég veit hins vegar að það eru margir aðri góði staðir í dag. Bergið til dæmis hefur grip mjög vel ungmenni veiti líka og er svona staður sem þau geta leitað þannig að það er auðvitað alveg einhvað í boði en margt held ég myndum við vilja gera áfram betur. Hvernig er S.A.A. í stakk búið til að taka á móti ungu fólki í meðferðir? Við sinnum náttúrulega ekki beint ólur af ungmennum. Við erum með svona sér ungmennadeild á Vogi sem er þá fyrir 18-25 ára. Það köllum við ungmenni í meðferðinni hjá okkur. Auðvitað kemur það fyrir að það koma til okkar einhver ólára ungmenni sem er þá bara með það alvarlega vanda að þau eiga heima hjá okkur. Niður í hvaða aldur? Veistu það? Ég myndi halda við erum yfirleitt bara þá rétt þennan lögræðis aldur. Já, 16, ekki yngri. Annars er í rauninni aðrar stofnun sem að eiga stiðið við þessi ungmenni sem eru svona ung. En við erum höfum alltaf reynt að lækja mikið upp á því að ungmenni fá góða þjónustu í okkur. Við erum til dæmis með stuttan biðlista. Þau eru í rauninni í forgangi að komast til meðferðar á Vog, unga fólki okkar. Þurfa yfirleitt ekki að bíða lengur en í 3 vikur alveg max.
sem að við myndum kalla mjög stuttan biðtíma, svona almennt séð. Að því gefnu þau að náða 18 ára aldri. Já. Biðin líka þá stutt fyrir þessi örfáir sem hafa komið til okkar, en það þá alltaf unnið í miklu samráði við barnavernd og foreldra og annað. Þannig að okkur finnst mjög mikilvægt að þessi stuttu biðtími, út því að við vitum það líka unga fólki okkar, það þarf oft svona aðeins fleiri atrennur, ef maður segir svo. Þau kom oft inn bara eins og örugglega við þekkjum flest bara, ef við hugsun sjálf tilbaka þegar við vorum ung, þá hefur maður mjög sterkar svona hugmyndir það að vilja vera sjálfstæður og ákveða hlutina sjálfur og svona þegar maður á þessum árum. Það svolítið svona ríkt í manni að bara viti þetta sjálfur, sko. Og það svona reynir þá oft á það að þau koma til okkar, ekkert alveg svona vissum að þau vilji kannski gera allt eins og við kannski myndum leggja til, en og fara þá út og máta sínar hugmyndir og kannski finna fljótt að þau þurftu kannski eitthvað aðeins meira. Og þá biðin stutt að koma aftur til okkar. Og þannig reynum við svolítið að vinna þetta með unga fólki. Við viljum að þau, að þeim líði sem best hjá okkur svo þau vilji koma aftur. Og það getur alveg þurft nokkuð skipti. Já. En fólk Íslendingar aðeins byrjaðar að senda þeirra eigin börn sem hefur vandast stríða út fyrir landsteinuna. Já. Og jafnvel farnir að borga það úr eigin sjóðum og það eru til sögur af fólki sem búið að hefur mist húseignir sínar vegna meðferða út fyrir landsteinuna af því að því hefur liðið eins og úrræðin hér séu ekki sem skildi. Já. Ég kannski get ekki beint tjá mig það, ég veit ekki nákvæmlega hvað úrræði þetta eru erlendis. Ég myndi segja að við Íslendingar erum bara mjög heppin með þau úrræði sem að standa okkur til boða hér. Í rauninni bæði líka bara kostnaðarlega séð, sko. Við hefum mjög greitt aðgengi að meðferð á Íslandi og það kostar lítið á meðan við hvað meðferð erlendis mitt að kosta, sko. Og ég myndi segja allavega eins og hjá okkur og S.A. þá reynum við eftir bestu getu þetta að mæta öllum á svona einstaklingsmiðum basis. Við reynum það og ég myndi segja líka við erum alltaf að verða betri því að bæta okkar þjónustu. Við erum komið með mikið að bara fagmenntuð fólki inn líka á meðferðarstöðuna sem var kannski ekki áður. Þannig að ég myndi segja við erum að ná að mæta fólki mjög vel og sinna þeim á í rauninni alla vegu. Við erum með félagsráðgjafa, við erum með sálfræðing, við erum með áfengisvímuefnaráðgjafana, við erum með hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraliða, þú veist, allt þetta fólk til að sinna fólkin okkar sem best. Já. En varðandi unglingadrykkju, hvort hún að aukast eða ekki. Ég upplýsti það að ég hefði ekki lesið fréttir af því að unglingadrykkja væri að aukast, en hér hefur verið fólk sem heldur því fram og það er svona orðið líflega umræðan þetta á alls konar Facebook þráðum. Gögn, hvað segja þau? Ég mitt var mér forvitin þegar þú varst að segja mér frá þessu, sko, að ég hef ekki alveg séð, sko, gögnin sem sýna þetta, en ég veit að rannsóknir og greining hafa verið að að fylgjast með þessu og ég veit ekki alveg, þú veist, þeirra nýjustu tölur frá 2024. Nei, sennilega ekki komnar. En það sem kannski ég get tjá með náttúrulega bara hvað sjáum við hjá S.A. Og það sem að við höfum náttúrulega verið að sjá síðustu árin í rauninni að það eru færri ungmenni að koma til okkar en áður. Við erum í rauninni að sjá fækkun af ungu fólki að koma leita þjónustu S.A. Allan að leita á Vog. Þannig að hvað þýðir það? Við veitum auðvitað ekkert alveg hvað það þýðir. Nei. En hins vegar það sem við erum að sjá líka er að það er búið að vera breyting á þeim ungmenni sem koma til okkar núna, að þau eru flest í mun alvarlegri vanda en kannski var áður. Já. Þannig að þótt að þessu færri ungmenni sem koma til okkar, þá eru þau ungmenni með mun alvarlegri vanda heldur en var áður. Og fjölþættari vímuefnanotkun kannski. Já, fjölþættari vímuefnavandi, alvarlegri vímuefnavandi og kannski meira bara líka aðrar áskoranir með. Já. Og það tala um aukningu á áfengisneyslu. Ég skoðaði nú eitthvað aðeins tölunar árin ég kom og það sem að við kannski sjáum er að vissulega virðist
áfengisneysla í ungmennahópnum okkar einhvað verið að aukast, einhvað lítið. Cannabis sem áður ennþá einhvern veginn það sem að flest ungt fólk sem kemur til okkar að nota. En það sem við höfum náttúrulega mestar áhyggjur af hjá SÁ er ópíóðavandinn. Við erum búin að sjá gríðarlega aukningu á notkun ópíóða. Bara núna, ég held að það sé búið að vera þrefaldast á síðustu 3-4 árum. Já, það er hræðilegt. Fjöldin af þeim sem að koma inn með ópíóðavanda. Og lífsæta bara. Já. Þannig að eins og ég segi, þú veist, vandinn orðin alvarlegri. Munurinn á samt sko umræðum áfengi eða ópíóða er sá að ég held að ég og þú við getum verið sammála það að ópíóðanótkun verður aldrei samfélagslega viðurkennt á Íslandi. En við höfum lifað þessi skeið þegar neysla áfengis er samfélagslega viðurkennt, bara af hálfu alls þjóðfélagsins. Og nú eru bara margir sem að virðast trilla sig svolítið við þeirri tilhugsun að þessi gamla fortíð kunna vera að banka upp og aftur. Og einmitt að skapalónið sem við notuðum síðast, við höfum ekki úrræði til þess að, ef við þyrftum þá að uppfæra okkar úrræði. Og íslenska leiðin eins og mér skilst að sé bara hugtak í Evrópu og jafnvel víðar. Að kannski eigi hún ekki lengur við og er þá einhver að smíða nýtt skapalón? Einmitt, sko, ég held að sé alveg margt gott í þessari íslensku leið sem að við meðum kannski ekkert gleyma. Eins og við erum búin að vera að tala þú veist, tengsl og samvera með foreldrum skiptir alltaf máli. Að vita börnin, tala við þau, hvað eru þau að hugsa og fást við, hver eru vinir þeirra, hvað eru þau að gera í frítíma sínum, líka tómstundir, áhugamál, íþróttir, hvað eru þau að gera. Við veitum auðvitað það, eins og ég sagði hann, þau eru með hann ennþá hann að svampa heila, heila sem að er forvitin og vill skoða og kynnast einhverju nýju. Þá þurfum við líka að vera sem svona, kannski foreldrar og umönnunaraðilar, við þurfum að þá fylla tómarúmið að einhverju sem er gott fyrir þau að þau sé að kynnast betur og læra. Of mikill svona einhvern veginn frítími og kannski frjáls frítími er ekki endilega eða þú veist, það getur verið hættulegt kannski. Þannig að ég verði alltaf talsmaður þess að tómstundur og íþróttir og góð og uppbyggilega áhugamál eru af hennu góða. Við viljum að börnun okkar séu að sinna einhverju slíku. Rútínu og festa líka alltaf. Já, rútínu og festa og hafa einhver svona sem þú ert að vinna að verða betri í. Það að hafa tilgang og þetta skiptir okkur öll máli. Þannig að ég held að þetta muni aldrei hægt að verða verndandi þáttur. Þannig að þetta skiptir máli. En eins og ég segi, vissulega eru orðnar einhvern veginn breyttar aðstæður og við þurfum kannski að hugsa fleira. Ég held að við þurfum að hugsa líka bara við sem samfélag að styðja við hvort annað. Foreldrar þurfa held í oft bara líka meiri stuðning. Við þurfum að hafa meira aðgengi kannski að þjónustu eða svona viðeigandi úrræðum. Foreldrar þurfa oft að fá stuðning líka í því að þetta gangi vel. Þetta líka snýst oft fjármagn og peninga og það það er ekkert allar á höndum að vera með börnin sín í tómstundum og íþróttum og öllu saman. Þannig að þá er það er stærra mál en bara einstaklingurinn sem getur kannski gert það. En ríkið hefur líka svo skorið niður fjárveitingar til forvarnamála. Og sama tíma og það gerist þá sem sagt er aðgengið áfengi að stóraukast. Vísbendingar að aftur séu að verða fleiri ungir sem neyta þess og þetta með íþróttastarfið það er einhvern veginn er menningar viðhorfsbreyting í gangi eða ekki, ég veit að við getum ekki svaraði, ekki ég og þú en við þurfum kannski að velta því aðeins fyrir okkur og eru þið á SÁ svona líður ykkur bara núna eins og það sé ekkert nýtt að gerast, það sé bara allt sultuslagt eða hvað hafið þið, hver er andinn núna? Nýtt að gerast þá í
Sko, af því hér eru viðmælendur sem að ræða ógnir, auknar ógnir, tækni notkunin, það eru hvernig upplýsingum miðlað og það er þetta aukna aðgengi og það er íþróttastarfið þar sem að var áður heilagt og krakkarnir og aðrir í skjóli fyrir áfengi að bara þessar samfélagslegu breytingar, þær kunna valda því til dæmis að þið á Vogi bara vona á holskeplu af skjólstæðingu síðar. Það er engin þannig umræði í gangi hjá ykkur. Sko, ég myndi segja að við höfum haft pínu áhyggjur af þessu svona aukna aðgengi. Já. Maður hefur alltaf áhyggjur af því þegar sérstaklega kemur ungu fólki og maður heyrir þessa umræðum að það sé orðið auðveldara fyrir ungt fólk að verða sér út áfengi. Það eru þetta... Það skiptir raunverulega máli. Það skiptir máli. Aukið aðgengi, aukið neysla. Það eru þetta þannig. Þannig að vissulega lítum við ekki á það sem jákvætt. Það sé aukið aðgengi. Hvað varðar íþróttafélögin? Ég held að íþróttafélögin í sjálfu sér hafi bara sinnt mjög góðu starfi og En við teljum það ekki fréttnæmt. Nei. Við teljum það sjálfsagt. Já. En hvað svo sem svo gerist á sem leikjum sem er kannski það sem mér heyrist vera til umræðu, sko, það eru þetta einhvað sem að mér þarf kannski bara að halda áfram að þess að ræða, þú veist, er þetta... Það er skrítið að koma inn í fyrir ekki að þau teka þér orðið, en það er skrítið af því að ég hef átt börn í íþróttum að koma inn í íþróttahúsið miðjan dag og sjá hellinga fullorðnu fólki með bjórflösku og klukkan er bara 1:30 og þarna eru sko miklu fleiri börn. Akkurat. Og maður bara byrja, hvernig gat þetta gerst? Einmitt, og þar maður spyrir þarf áfengið til að hafa gaman á þessum íþróttaleik og er það kannski barnana réttur að fá skjól frá því? Já, ætti ekki fullorðna fólki sem fær sér í glas þá bara vera stúkað af í einhverju hliðasal og fara ekki með flöskuna yfir í áhorfendastúkur. En þetta er svona, þú veist, menn tala um viltavestur, enga reglur, svolítið svona gamla íslenska, engin ber ábyrgð og samanber þetta með mögulega ólöglega sprúttsölu í dag að lögreglan nennir ekki að rannsaka máli eða hefur ekki tíma eða finnst það ekki skipta máli að rannsaka þau. Það eru skrifin tímar í gangi. Já, og þá líka hugsa maður, sko, ef það á að leyfa aukið aðgengi og aukna sölu, að þá væri kannski eðlilegt að fjármagn væri þá veitt í að við getum haft betra aðgengi að meðferð. Já. Maður myndi óska þess þá líka að við til dæmis getum haft opið allan ásins ring á meðferðstöðum og að við fáum fjármagn til að hafa þessi úrræði sem skipta máli eins og fyrir unga fólki okkar. Voru sumarlokanir sem bitnuðu unga fólki núna þetta árið? Ég myndi ekki segja heilt yfir gengu þessi fjárveiting sem við fengum til að hafa opið í sumar gekk vel. En við erum alltaf, þetta snýst oft alltaf auðvitað peninga. Við þurfum auðvitað að hafa fjármagn til þess að geta gert betur. Við viljum auðvitað geta aðstoðað suma hópa sérstaklega og það er oft kannski það flókn í því. Það þarf auðvitað meiri pening þegar við ætlum að gera eitthvað sérstakt og eitthvað meira. Og við viljum auðvitað gera meira fyrir unga fólki okkar og foreldra, ekki síður. Það er mjög mikilvægt að foreldra fái stuðning sem að eiga ungmenni sem er í vanda. Því að það er ekki auðvelt verkefni að eiga ungmenni sem er komið í vanda. Er ekki til eitthvað bara nánast geymslu úrræði að börn sem eiga við mikinn vanda að stríða, foreldrar þeirra eru uppgefnir og börnin eru send á einhvern stað, foreldrarnir fá bara frí frá þeim á meðan. Bara geymsla fyrir börn í rauninni án meðferðarstarfs og meðan á tímanum stendur bara til þess að allir í fjölskyldunni kikni ekki á sama tíma. Nú bara veit ég það ekki alveg, sko, hvernig það er. Ég myndi nú alltaf vona að það væri einhvers konar umönnun og fyrir ungmenni sem á í hlut, sko. Jú, það eru umönnun, sko, en
en þessi tími ekki, hann fyrst og fremst fyrir aðstandendur. Já, og það alveg mikilvægt, mjög mikilvægt að þau fái stuðning líka. En nú til fólk sem horfir á okkur og það hugsar, já, þetta nú bara helvíts aumingjar og þú veist, allir sem að verða fíknina bráður aumingjar og verður reyndar færri kannski sem að hugsa þetta í dag en fyrir 100 árum en þetta nú viðurkennt samt í huga margra að bara ráðast að þeim sem að eiga erfiðar en aðrir. Ef ég væri, þú sem sagt fagstjóri sálfélagslegu meðferðina á Vogi, þýðir það að fólk í einstaklingsviðtölum hjá þér eða ertu svona alveg utan þess? Það ekki beint í einstaklingsviðtölum hjá mér. Ég meira kannski bara stýra hvernig meðferðin sjálf fer fram og að reyna að bara styðja við áfengis- og vímuefnaráðgjafana og sálfræðingan og félagsráðgjafana í sínum störfum. Já. En vissulega hef ég sjálf unnið á gólfinu, ef svo má segja, og hef ágætist reynslu í því. Já. Þannig að ég hef líka alveg reynslu af því að vera að hjálpa fólki. Já. Ef að setja á svið að ég 18 ára strákur sem er á í miklu vanda með, ég fíkill eða alki og ég er komin í meðferð á Vog og ég setja hérna á móti þér í fyrsta viðtalinu og ég spurði Katrín, akkur ég alkoholisti? Akkur get ég ekki kontrolleraði mína neyslu? Hvað að mér? Hvað segirðu? Já, sko það sem er bara mikilvægt alltaf að skoða er að fara bara að skoða í rauninni kannski þróuna. Hvar byrjaði vandinn? Hvernig hefur hann þróast í gennum tíðina? Hvað önnur, svona hvað aðrir áhættu þættir eru þannig að liggja baki, þú veist, hvað hefur gerst á þínu lífskeiði sem hefur svona settið á þann stað sem úrst núna og því að það mjög mikilvægt að þegar við erum að hjálpa fólki til bata að það bara svona átti sig á því sem undan hefur farið kannski að átti sig á einn stöðu það að fást við einhvað annað, þú veist, er búið að vera kannski undirliggjandi kvíði í lengri tíma sem það var sjálft að reyna einhvern veginn að meðhöndla og oft auðvitað margt búið að gerast á leiðinni þegar fólk hefur verið að þróa með sér vanda. Fólk hefur kannski lent í einhverjum áföllum, það kannski ekki alveg búið að átta sig á því bara hvað það sem eru svona fíkni kveikjurnar hjá mér, þú veist, hvað það sem ég þarf að skoða í umhverfinu mínu, það að passa upp á þannig að ég held að svona fyrst og fremst erum við alltaf bara að reyna svolítið að kynast einstaklingnum, skoða hvað hann er að koma og reyna að hjálpa honum að þá að takast á við þá vandan, ég meina ef hann er að glíma með einhvern kvíðavanda eða einhvern annan vanda þá erum við auðvitað að reyna að hjálpa honum einhvern veginn að átta sig á því að það sé einhver sem þurfi að gera svo að það gangi betur í framhaldinu. Við þurfum líka bara hjálpunum að læra að þekkja með þessi svona rauðu flögg, hvað það sem að getur ýtt undir fíknina eða þessar hugsanir að vilja fara að nota. Því að þetta er oft sérstaklega viðkvæmur tími svona fyrstu mánuðina. Já. Börn sem ekki tilheyra hópi, eru þau útsettari fyrir fíkn? Já, við veitum auðvitað að það eru margir áhættu þættir fyrir að þróa með sér vanda. Við veitum að það að upplifa sig utangátta eða tilheyra ekki hópi er einn áhættu þáttur. Að einhvern veginn ekki samfélag, þess vegna er líka það að upplifa sig eitthvað samfélag skiptir máli. Það gangi illa í skóla eða einhvern veginn upplifa eins og þú eigir ekki samastað í skólanum, það getur líka verið áhættu þáttur. Glíma með einhvers konar gerðan að vanda, einhverja áskoranir, þannig er áhættu þáttur. Því yngri sem við byrjum að prófa, það eru þetta áhættu þáttur í sjálf sér, umhverfið okkar. Hefur þið hitt skjólstæðinga þar sem það rann upp fyrir þeir að þau áttu aldrei séns, þau fættust inn í aðstæður sem bara voru þannig að allt tal sjálfstjórn, viljastyrk og aumingjaskap bara hendiði til hliðar, þetta barn átti aldrei séns? Auðvitað eru skjólstæðingar okkur oft með bara misjafnlega góð spil á hendi eins og maður segir sko. En það er samt ótrúlegt sko bara hvað einhvern veginn
býr mikil sigla í mörgum. Þannig að það, þú veist, auðvitað eru kannski meiri líkur á því einhver sem að elst upp við mjög svona bágar aðstæður og kannski mikil fíknandi inn á heimili og hjá báðum foreldrum með eitthvað slíkt. Auðvitað verður það kannski geti verið erfiðara, flóknara fyrir þannig einstakling, en það er samt bara svo magna hvað er líka bara seglur rannsóknir sína að það þarf ekkit endilega þýða að viðkomandi fara að nota vímefni. Jafnvel geti það verið bara að hann hugsi bara ég ætla ekki að verða eins og mamma og pabbi eða eitthvað svo leys. Þannig að það er auðvitað erfitt að segja sko. Það getur einhverju fara á báða vegu þótt að kannski líkurnar séu. En ég held að við þurfum alltaf líka með að hafa trú á því sko, aldrei að gefast upp þótt að einhvað sé erfitt sko. Við þurfum að hafa von að fólk geti bara náð bata og það er held ég að það sem er mest gefandi í minni vinnu er að sjá fólk ná bata og ganga vel í lífinu. Því trú ég. Já, og bara megum alls ekki missa vonuna sko. Það og þá finnst mér svo mikilvægt að tala um það og eins og sérstaklega með unga fólki okkar að muna það líka, þú veist að þótt einhvers er búin að fara einu sinni í meðferð, það þýðir ekki að hún hafi ekki virkað. Sumir þurfa bara aðeins meira og meiri stuðning og kannski vissum við ekki einhvað sem að þarf að fylgjast með eða þarf að styðja viðkomandi betur með eða eitthvað slíkt. Þannig að það er alltaf von sko. Við þurfum alltaf að muna það sko. Heldur betur. Og að muna líka bara þessa verndandi þætti. Þú veist, eins og ég hugsa núna, þú veist, við auðvitað kynnumst hjá SA og auðvitað fólkinu kannski sem er að glíma við alvarlegan vanda. Og svo erum við núna hérna að tala um úlingadrykkju og hvað er foreldrar að gera. Veist, það er ekkit endilega að allir muni þróa með þessu alvarlega vanda. En það er líka hvað við gerum þá núna, þá með að börnin okkar eru ung og að reyna að styðja þessa verndandi þætti sem skiptir líka svo miklu máli. Þessi eiga góð tengsl. Vera með börnin, hafa þau ykkur í góðri virkni, uppbyggilegri virkni. Bara hlúa vel að þeim, að þau bara það eigi ykkur til að tala við fyrir ungt fólk, það skiptir máli. Hafa von og tilgang, trúa einn getu. Þetta eru svona hugtök sem skiptir máli líka. Akkurat, og bara frábært að fá þetta fram hjá þér. Maður lítur gjarnan svo á sem að hlutverk blaðamennskunnar sé einhvers konar alþýðu fræðsla en hér á samstöðinni erum við líka í þjóðfélagsumræðu og greining og rýningu á samfélaginu og það er margt sem bendir til þess að við þurfum að reyna vekja sterkari viðbrögð eða meiri öflugri vitund hjá fólki að mjög hraðar og miklar breytingar hvað varðar aðgengi, áfengi og normaliseringu og svona eru á stað á sama tíma og margir sem hafa áhyggjur af ekki síst unga fólkinu okkar. Við hefðum líka getað setið hér í klukkutíma og rætt vanda eldri borgara sem er vaxandi vegna einmannaleika og einangrunar og við getum örugglega spjallað saman klukkustundu saman hvers vegna verður þessi alkoholistinn ekki hinn. Þetta er allt saman mjög áhugavert að ræða en ég þakka þér Katrín Ella Jónsdóttir fyrir að koma og uppfræða okkur og upplýsa ykkar starf hjá SÁÁ og þín viðhorf og það sem þið hafið séð í þessu starfi. Já, bara takk hella sem les. Og þá verður þátturinn ekki lengri í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þakkum ykkur samveruna. Verðum hér aftur með rauðaborðið á mánudaginn en alls konar dagskrárliðir í mildtíðinni. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.